Góðan daginn, ég heiti Sandra Mjöll Jónsdóttir. Ég er sérfræðingur í vísindum og nýsköpun hjá Fönn Ráðgjöf og ég ætla að tala við ykkur um lífvísindaþorpið í Vatnsmýrinni. Þetta vísar til verkefnis sem var unnið síðastliðið haust og fól í sér að kortleggja atvinnulífið sem fellur undir líf- og heilbrigðisvísindi. Verkefnið var styrkt af Reykjavík Science City og Íslandsstofu og unnið af okkur hjá Fönn Ráðgjöf. Lífvísindi hafa verið í miklum vexti á heimsvísu undanfarin áratug. Framfarir í tækni, aukin þörf fyrir heilbrigðisþjónustu meðal annars tengt öldrun þjóðar og vaxandi algengi hjá langvinnum sjúkdómum, auk eftirspurnar eftir sjálfbærum lausnum hefur drifið áfram nýsköpun í lífvísindum. Helstu atvinnugreinarnar innan lífvísinda eru lyfjaiðnaðurinn, líftæknin, framleiðsla á lækningatækjum og heilbrigðistækni, oft stafræn. Og þó svo að það sé margt líkt með þessum greinum, þá eru það líka ólíkar, eins og sérst þegar við skoðum framleiðslu fyrir lækningatæki og heilbrigðistækni, sem að sumu leyti lík, en gjör ólík þegar kemur að reglugerðum og kröfum sem gerðar eru til fyrirtækjana. En eins og ég segi, þó að umhverfið sé ólíkt að vissu leyti, þá eiga þessi fyrirtæki það sameiginlegt að starfa í mjög flóknu og síbreytilegu umhverfi þar sem er mikil samkeppni og reglugerðir og kröfur setja sinn svip á umhverfið. Nú yfirsýnin yfir íslenska geirann hefur verið nokkuð takmörkuð og það er komin þörf á ítarlega vinnu til þess að kortleggja þetta umhverfi og það var einmitt gert í þessu verkefni og niðurstöðnar hafa nú verið gefnar út í skýrslu og ég fjalla í þessari kynningu. Við kortlagninguna kom í ljós að það eru 130 fyrirtæki sem starfa innan lífvísinda á Íslandi í dag. Og þetta skiptist nokkuð jafnt á milli atvinnugreinanna en það eru fæst fyrirtæki í að framleiða lækningatæki og flest eru í heilsutækni og heilbrigðistækni sem er oftast stafræn. Það eru samtals 4.347 störf innan þessa geira á Íslandi og þessar atvinnugreinar að velta samtals 266 milljörðum á ári. En þessi fyrirtæki, þau fást við ýmislegt. Þegar hver grein er skoðuð fyrir sig, má sjá ákveðnar áherslur. Ef við skoðum til dæmis lyfjageirann, þá sjáum við að lyfjafyrirtæki, þau starfa aðallega náttúrulega við lyfjaþróun og þarna erum við að tala um bæði þróun af líftæknilyfjum og nýjum frumlyfjum, auk samheitalyfja. Fyrirtæki í líftækni er að leggja áherslu á tækni tengda þörungum og hafi, en framleiðendur lækningatækja með áherslu á stuðning við sjúklinga og meðferðir, en svo þegar við skoðum heilbrigðistæknina, að þá sjáum við að þar eru tvær áherslur. Það er annars vegar lausnir til þess að efla heilsu og vellíðan hjá fólki og hins vegar stafrænar lausnir til þess að einfalda og efla heilbrigðisþjónustu. Þegar þetta er dregið saman, þá sjáum við að það eru 5 áherslur sem fara vaxandi á Íslandi og eru tækifæri framtíðarinnar. Í fyrsta lagi er það stafræn heilbrigðistækni og meðferðir. Það er sjávar- og þörungatengd líftækni, líftæknilyf og lyfjaþróun, stafrænar lausnir fyrir heilbrigðiskerfið og grænar og sjálfbær tækni. Grænar og sjálfbærar lausnir. Fyrirtækin í þessum bransa eru langflest staðsett í Reykjavík eða nálægum sveitarfélögum og langflest þeirra eru stödd í Vatnsmýrinni og svæðinu þar í kring og mynda þannig lífvísindaþorpið í Vatnsmýrinni. Þessi fyrirtæki búa yfir 1,5% af öllum störfum á Íslandi og þaraf eru 2.322 störf í Reykjavík og 1.775 til viðbótar í nálægum sveitarfélögum. Þessar atvinnugreinar innan lífvísindanna fóru að vaxa fljótlega upp úr aldamótum síðustu og þá rauk upp fjöldi lyfjafyrirtækja, síðan líftæknifyrirtækja og núna heilbrigðistæknin
sem að í mestum vexti á Íslandi, þó svo að það sé yngsta atvinnugreinin eða rétt 10 ára. En vöxturinn undanfarin 5 ár hefur verið mjög ör. Það hefur verið 23% vöxtur í atvinnugreininni á síðustu 5 árum. Þau eru farin að velta að meðaltali 266 milljörðum og það sem meira að vöxturinn nær ekki bara til fárra fyrirtækja, heldur ef að 75% allra fyrirtæki í greininni séð einhvern vöxt á síðustu 5 árum. En þess ekki jafnt skipt á milli atvinnugreina því langstærsti hluti veltunar kemur úr lyfjaiðnaðinum. Og líka má sjá að vöxturinn mismikill. Því í heilbrigðistækni hefur vöxturinn síðustu 5 árum verið 116%. Hjá lækningatækjum hefur það verið 90%. En meiri þroskaði greinar eins og lyfjaiðnaðurinn og líftæknin hafa séð minni vöxt. En í lokin þá áhugavert að skoða þau verðmæti sem koma út úr styrkjum sem veittir eru. Síðan 2004 hafa þessar atvinnugreinar fengið 7,5 milljarð í styrk úr samkeppnissjóðum á Íslandi. En árlega velta 266 milljarðar. Þannig styrkjum yfir 20 ára tímabil skilað 35 sinnum tilbaka á hverju ári í formi veltu. Það eru svo sannarlega spennandi tímar í lífvísindum á Íslandi. Það gróska í umhverfinu sem samanstendur auðvitað ekki bara af fyrirtækjum, heldur það háskólasamfélagið, það eru fjárfestar og aðgengja fjármagni, það eru stuðningur og stefna stjórnvalda og aðilar sem hafa eftirlit með því að reglugerðum sé fylgt og skiptir það sérstaklega miklu máli fyrir fyrirtækja í lyfjageiranum og framleiðslu lækningatækja. Á Íslandi eru auðvitað áskoranir sem þarf að sigrast á og þetta að mörgu leyti sambærilegt við það sem að önnur nágrannaríki okkar standa frammi fyrir. Það skortur á fjármagni, sérfræðiskortur. Hjá okkur það líka landfræðileg lega og fjarlægð frá mörkuðum og stærð heimamarkaðar. En það eru líka margir styrkleikar sem við ættum að geta nýtt til þess að ná árangri. Til dæmis náttúruauðlindirnar okkar, nánd við háskólasamfélagið, aðlögunarhæfni, menntun, heilbrigðiskerfið og stuðningur stjórnvalda. Flest fyrirtækin sem eru starfandi í dag eru 12 til 15 ára. Það oft talað að það taki 12 til 15 ár fyrir fyrirtæki þessum geira til þess að fara að skila raunverulegum verðmætum. Ég held að við stöndum á mjög spennandi tímapunkti þegar kemur að lífvísindum á Íslandi í dag og sannfærð það ef við spilum á þá styrkleika sem við höfum, þá munu íslensk lífvísindi skapa mikil verðmæti fyrir samfélag og atvinnulíf á næstu árum.